Hagfræðingurinn Gunnar Tómasson fullyrti í Kastljósi hér í vikunni að myntkörfulán bankana séu ólögleg og að bankarnir gætu þurft að greiða himinháar bætur til lántakenda. Gunnar vísar til greinagerðar með lögum vexti og verðtryggingu, en þar kemur fram að ekki sé heimilt að binda skuldbindingar í íslenskum krónum við dagsgengi erlendra gjaldmiðla. Björn Þorri Viktorsson, hæstaréttarlögmaður, hefur í nokkra mánuði undirbúið málsóknir gegn bönkunum á þessum forsendum, en hefur nú einnig höfðað mál fyrir hönd hjóna í Kópavogi á hendur nýja og gamla Kaupþingi fyrir stórfelld og skipulögð fjársvik gegn almenningi með því að bjóða gengistryggð lán á sama tíma og bankarnir stunduðu gengisviðskipti. Jóhanna ræddi við Björn Þorra fyrir í dag og spurði hann einnig út í hvernig gjaldeyrislán þurfa að vera útfærð til þess að teljast ólögmætt að hans mati. Velkomin Björn Þorri. Takk. Útskýrðu aðeins fyrir okkur það sem kom fram í Morgunútvarpinu í morgun. Þú ert búin að vera að vinna í þessum málaferlum í nokkra mánuði, en þau byggjast ekki semst bara á því að þessir samningar hafi verið ólögmætir, þessi lán hafi verið ólögmæt, heldur líka á markaðsmisnotkun bankana í aðdraganda hrunsins. Já, við höfum núna lagt fram kæru fyrir hönd umbjóðanda okkar. Núna í fyrsta kasti gegn nýja og gamla Kaupþingi og þá persónlega gagnvart Sigurði Einarssyni og Hreiðari Má sem og Finni Sveinbjörnssyni, bankastjórum og fyrrverandi stjórnarformanni þessa banka fyrir raunverulega stórfelld fjársvik gegn almenningi. Útskýrðu það eins, hvernig þessi fjársvik fóru fram? Þau fara fram þannig, teljum við, náttúrulega í fyrsta lagi með því að veita þessi gengistryggðu lán og innheimta þau svo að fullu eins og þau séu lögmæt og það auðvitað sérstaklega ámælisvert teljum við að Finnur Sveinbjörnsson, núverandi bankastjóri nýja Kaupþingsbanka, hann núna að innheimta bæði hjá fólki og fyrirtækjum lánasamninga sem að innihalda ákvæði sem eru ólögmæt þegar haft í huga að hann sat í nefndinni sjálfur. Hann einn af nefndarmönnum sem sátu í nefndinni sem að sömdu frumvarpið til núgildandi laga vexti og verðtryggingu. Markaðsmisnotkunin á að öðru leyti sér stað með því, teljum við, að bankarnir þrír, gömlu Glitnir, Kaupþing og Landsbankinn, þeir voru hér léku aðal hlutverk á innlendum gjaldeyrismarkaði, þar að segja millibankamarkaði með gjaldeyri. Nú liggur fyrir að það lítur að minnsta kosti þannig út og það nú einmitt þess vegna sem við viljum fá lögreglu til þess að rannsaka þau mál, að viðskipti þeirra með gjaldeyri á ákveðnum tímapunktum hafi verið í þeim einum tilgangi að hafa áhrif á skráð gengi krónunnar. Þegar þeir eru búinir að lána út svona mikið af gengistryggðum og verðtryggðum lánum, þá liggur það auðvitað fyrir að þessir bankar og þessi fyrirtæki hafa beina hagsmuni af því að krónan falli. Það er að segja, ef að gengi krónar fellur, að þá auðvitað hækka gengistryggðar eignir bankans í hvelli og verðtryggðar eignir fylgja auðvitað í kjölfarið, vegna þess að það er ekkert eitt atriði sem að jafn virt til að koma af stað verðbólgu eins og það þegar gjaldmiðlinn fellur. En nú ert þú að saka þá þarna raunverulega ólögmæta viðskiptahætti, en hefur eitthvað fyrir þér í þessu að þetta hafi verið tilgangurinn og þetta fór náttúrulega allt fram með það ekki undir eftirliti fjármálaeftirlitsins? Já, ég hef það fyrir mér, Jóhanna, í því að við skulum horfa bara á mars og september 2008. Þá liggur fyrir að millibankamarkaður með gjaldeyri nam 1200 milljörðum íslenskra króna í hvorum mánuði fyrir sig. Og þegar haft í huga að það lætur nærri, svo að fólk átti sig á þessum tölum, það lætur nærri að þetta sé það bil 8-föld árs útflutningsverðmæti sjávarafurða frá Íslandi. Þá sjá menn hvers konar gríðarlegir fjármunir eru þarna á ferðinni. Bara viðskipti í einu mánuði? Viðskipti innan eins mánaðar. Og við skulum líka átta okkur á því að þessi gjaldeyrisforði var ekki til í landinu. Það er engu líkara en að menn séu raunverulega alltaf að kaupa og selja sama gjaldeyrin í þeim eina tilgangi að manipulera verðmæti gjaldmiðilsins. Það er að segja að þetta sé ólögmæt markaðsmisnotkun sem þarna átti sér stað. Þetta er svona álíka, eins og ég hef nefnt áður,
að menn vilji eiga viðskipti með 100 tonn af gulli í einum mánuði en það bara til 1 tonn af gulli í landinu og þá gerur það einfallega með því að þú kaupir sama gullið 100 sinnum í mánuðinum og selur það 99 sinnum. Þá getur þú sagst hafa keypt 100 tonn af gulli en þú átt bara 1 tonn í lok mánaðarins. En við veltum aðeins fyrir okkur bara þessum meiningum að þessi lán séu ólögmæt. Getur það verið að forystumenn bankana hafa bara hreinlega ekki velt þessu fyrir sér ef að lagabókstafurinn svona skýr? Getur það verið að þetta hafa bara farið fram hjá þeim allir saman? Það þeirra að svara því. Auðvitað virkar þetta mjög sérstakt fyrir okkur sem erum að skoða þetta í dag að það eru ekki bara bankarnir sem hefðu átt að átta sig á því að þessar lánveitingar eru raunverulega andstæðar lögum. Maður veltir þetta fyrir sér hvað með fjármálaeftirlitið, hvað með Seðlabankann, hvað með viðskipta- og fjármálaráðuneyti, hvað með alla þessa aðila. Og það kom ekki fram á þessum tíma og bent á þetta fyrir bara að þú tókst þetta upp fyrir einhverju mánuðum síðan? Jú, nei, ég allan varð ekki var við það. En þetta kann líka að einhverju leyti að skýra þá feimni stjórnvalda að taka á þessu máli. Vegna þess að ef þetta reynist rétt, að þetta sé ólögmætt, þá liggur þetta fyrir að ýmsir aðrir en bankarnir brugðust með beinum hætti í málinu. Í þessum málaferlum sem að þú ert að undirbúa, skýrðu það þessu út fyrir mér hvernig það skiptir máli, hvernig lánasamningarnir eru útfærðir? Út af fyrir sig eru erlend lán í sjálfu sér ekki ólögmætt, ef þau eru klárlega erlend lán. Og ef upphæðin þá í erlendri mynt? Já, það eitt af því sem skiptir máli. Í fyrsta lagi horfum maður auðvitað til þess hvað segir skuldabréfið eða lánasamningurinn, hvaða myntir eru þar tilgreindar. Og í langflestum tilvikum þá er að ræða tilgreiningu í íslenskum krónum. Síðan er auðvitað mismunandi hvort að þetta erlenda gengisviðmið er sett inn með því að segja að samningurinn sé gengistryggður beinlínis, það eru mörg dæmi það. Það eru líka dæmi það að það séu bara nefnd í hlutföllum, þar að segja í prósentuhlutföllum, viðmið við tilteknar erlendar myntir. Og síðan eru þetta dæmi það líka að hreinlega séu settar inn höfuðstólsfjárhæðir hinna erlendu mynta líka. Er það til að mynda í minnihluta tilvika að erlenda myntin sett fram sem höfuðstóll? Já, í miklu minnihluta. Ég myndi skjóta og það væri svona kannski 10-15% tilvika. En það eru fleiri atriði sem skipta máli. Það skiptir auðvitað máli þegar verið að meta það hvort raunverulegum íslenskt krónulán sé að ræða. Auðvitað í fyrsta lagi í hvaða gjaldmiðli er lánið greitt út í. Og ég hef enn ekki hitt neinn sem að tók erlend myntkörfulán og fekk það greitt út í erlendri mynd. Mér er ekki kunnugt það ennþá. Þannig að þessi lán voru klárlega greitt út í íslenskum krónum. En skiptir það máli, ef að bankin hefur til að mynda boðið upp okkur af valkosti? Það kann að skipta máli. Þetta er einmitt eitt af því sem að lögfræðilega málið mun snúast að mínu viti fyrst og síðast. Hvort að raunverulega erlend lán eða íslensk krónulán í skilningi laga var að ræða. En í langflestum tilvikum þessi lán bara greidd inn á íslenska krónureikninga. Greiðsluáætlanir eru allar miðaðar við íslenskar krónur. Ég hef enn ekki séð greiðsluáætlanir með erlendum lánasamningum af þessari gerð, neytendalánum, þar sem miðaðar við hinnar erlendu myntir. Að lokum má nefna það að öll þessi lán eru raunverulega endurgreidd í íslenskum krónum og í sumum þessara lánasamninga eru ákvæði sem beinlínis banna að þau séu endurgreidd í öðru en íslenskum krónum. Þannig að þetta eru nú svona kannski stærstu atriðin sem ég tel að skipti máli við að fá dómsúrlausn það hvort að raunverulega íslensk lán er að ræða eða ekki. Þessi mál sem eru í farvatninu nú þegar, við bíðum mjög eftir niðurstöðu gjafsóknarnefndar dómsmálaráðuneytisins í fyrsta málinu, það er nú búið að vera þar inni núna í rúman mánuð, beiðni gjafsókn, sem eru auðvitað forsenda þess að fólk geti borið hönd fyrir höfuð sér vegna þess að flestir eru nú þegar í stórkostlegu neikvæðu eigin fé miðað við uppreiknaða stöðu þessara gjaldeyrislána í dag. Og hefur ekki fengið eins svör frá dómsmálaráðuneytinu? Nei, ekki ennþá. Ég er nú mjög vongóður að það fara að styttast. Þetta lítur nú að fara að skila sér. En þá kann staðan að vera svo. Málin munu verða sett upp þannig að það verður bornar fram viðurkenningar kröfur það að varðandi erlendulánin að gengis viðmiðunin sé ólögmætt í fyrsta lagi, þannig að verðbreytingar ákvæði bréfsins verði þá bara ýtt út af borðinu
Nú væntanlega eru þessi lán þá bara óverðtryggð ef sá kafli lánasamningsins ólögmætur, það verður þá ekki á honum byggt. Þá verður hluti kröfunar eða höfuðstólsins bara felldur niður þann höfuðstól sem það var í upprunalega. Já, ef að lánið óverðtryggt þá miðast það bara við þann höfuðstól sem var raunverulega greiddur út og við skulum átta okkur á því líka að margir hafa verið að borga af þessum lánum við illan leik og borgað af þeim miða við útreikninga lánafyrirtækjanna. Þeir sem að svo statt ef að þessi mál vinnast og við fáum þessar kröfur viðurkenndar, að þá eiga þeir skýlausan rétt á því að fá endurgreitt það sem þeir hafa greitt umfram skyldu á grundvelli þessara ólögmætu ákvæða. Og að því Gunnar Tómasson var nú að velta því fyrir sér hvort það hefði ekki átt að gera ráð fyrir þessu í uppgjöri gömlu bankana, sem mjög góð pæling af mörgu leyti. Ég held nú reyndar að það sá sem leysir til sín lánasamning með þessum hætti, til dæmis eins og nýju bankarnir þá, að þeir leysa til sín bæði réttindi og skyldur samkvæmt lánasamningnum. Þannig að nýju bankarnir munu þá lenda í því að þurfa að byrja á því hugsanlega að lækka lánið helming og endurgreiða síðan það sem hefur verið oftekið. Ef við hugsum okkur kannski til að setja þetta í eitthvað samhengi að þú skuldir 40 milljón króna lán, gengistritt lán, sem var upphaflega 20 milljónir. Þú hefur verið að borga af því núna síðastliðin 2-3 ár á grundvelli gengistryggingarinnar í góðri trú. Þú ert búin að borga 2 milljónir inn á lánið með þeim hætti. Ef að þessi mál vinnast, þá verður þetta lán fært úr 40 milljónum niður í 20 á grundvelli hinna ólögmætu verðbreytingar ákvæða og svo kynnu þá þessi 20%, þessar 2 milljónir fyrirgjöðu sem að út af standa, sem þú hefur raunverulega ofgreitt, það þá hægt að láta þær ganga til lækkunar á höfuðstól. Þannig að fólk auðvitað skuldar lánin áfram, en það þá bara hægt að afgreiða það með því að láta það ganga til lækkunar á höfuðstól, þannig að þú skuldir þá bara 18 milljónir í staðinn fyrir 20. Í samningum milli gömlu og nýju bankana, hvaða staða blasir þá við ef ekki verður gert ráð fyrir þessum gríðarlegu afskriftum sem getur blasa við? Ég hef mikið hugsað þetta og af þessu tilefni þá sendi ég öllum þingmönnum og öllum ráðherrum í ríkisstjórn Íslands bréf í maí síðastliðinn þar sem ég vakti athygli þeirra með skýrum hætti á þessari stöðu. Það að segja að ef að hinir nýju ríkisbankar eru núna að kaupa upp lánasöfn sem eru hugsanlega ólögmæt að einhverju leyti, þá raunverulega verið að ríkisvæða tjónið. Það að segja að nýju bankarnir siti þá eftir með sárt ennið og séu þá með miklu verðminni eignir heldur en þeir gerðu ráð fyrir. Þetta gerði ég meðal annars vegna þess að ég vil geta lagt þetta fram í dómi, vegna þess að auðvitað málið það stórt að umfangi að margir efast það að dómstólar á Íslandi hafi raunverulega kjark og þor til þess að dæma eftir lögunum, vegna þess að afleiðingarnar gætu orðið svo hrikalegar. Ég hef hins vegar sagt að ég trúi því að við lifum í réttarríki og í réttarríki þá dæma dómstólar eftir lögunum. Þannig það bara. Og ég vil þá í það minnsta geta sýnt fram á það að ég hafi í tíma aðvarað stjórnvöld með formlegum hætti það hvað kynni að gerast ef að við fáum ef að verður orðið við kröfum okkar í þessu dómsmáli. Þannig að stjórnvöld geta ekki sagt að þeim hafi ekki verið gerð grein fyrir hugsanlegum afleiðingum. Það liggur alveg fyrir. En hefur reynt að komast að því hjá skilanefndunum eða nýju bönkunum á hvaða kjörum nýju bankarnir að fá sér lán? Já, ég hef mikið reynt það. Það algjör leynd og dulúð sem hvílir yfir því máli. Það með allnokkrum ólíkindum að átta sig á því hvað hvílir mikil ofboðsleg leynd yfir því. Ef að færustu menn að rekna með því raunverulega að það muni bara helmingur þessara lána innheimtast, þá það gríðarlegt atriði að stjórnvöld upplýsi fólk það með hvaða hætti á að útfæra þessar afskriftir. Þeir hafa talað um það að þeir vilji útfæra það með þeim hætti að þeir sem geti borga á staði skilum, þeir bara haldi því áfram. Aðrir sem eru komnir í það mikil vandræði að þeir fá niðurfellinguna. Já. Og þetta jafnist bara út svona með einhverju meðaltali en þá það einhver ákveðin kjarni þarna sem að mun bera alla byrðarnar. Það nákvæmlega málið og þessi aðferð mun ekki ganga upp. Ég get alveg fullyrt það hér og nú
Við skulum átta okkur á því að hópurinn sem í stærstu vandamálunum í dag fólk á aldrinum 30 til svona 55 ára. Af hverju? Jú, einfallega vegna þess að þetta fólk á þeim stað í lífinu að það að koma sér upp framtíðar heimili, það búið að eiga börnin, það að standa fyrir atvinnu uppbyggingu og atvinnusköpun og öllu þessi fylgir skuldsetning. Það ekkert nýtt undir sólinni. Þess vegna það þessi hópur sem verður fyrir þyngstu höggunum þegar heilt efnahagskerfi hrynur og forsendur lánasamninga fara allar á hvolf. Þessi hópur sem ég nefndi, 30 til 55 ára cirka, það hópurinn sem í gríðarlegum vandræðum. Og þetta hryggjarstykkið úr samfélaginu. Þetta fólkið sem virkast á vinnumarkaði. Þetta fólkið sem í mörgum tilvikum með bestu menntunina og mestu verðmætin í formi menntunar. Ef við ætlum að níðast á þessu fólki af því að það geti borgað, þá mun það einfallega fara úr landi eða koma sér í þann hóp að það geti ekki borgað til að fá úrræði. Og ég þekki nú þegar dæmi það að fólk í góðri vinnu og í góðri stöðu sem hefur orðið fyrir þessu áfalli og nú þegar í milljónatugum í neikvæðri eiginfjárstöðu, það búið að segja upp vinnunni sinni. Annar ætlar á atvinnuleysisbætur og hinn ætlar í mun verðlaunaða vinnu. Þau ætla að hætta að vinna 12-14 tíma á sólarhring og fara bara að koma sér í jaðarhóp til að fá aðstoð frá stjórnvöldum. Þetta auðvitað rosalegt þegar fólk farið að bregðast við með þessum hætti. En hvað á fólk að gera? Það verið að reyna að setja fólk í einhverja fátæktar og afborgunar gildru áratugi fram í tíman. Fólk mun ekki taka þátt í. Fólk fer þá bara úr landi að lokum. Pétur, við höldum að fylgjast með þessu máli. Kærar þakkir fyrir komuna. Takk.